Já, það sprakk allt í loft upp eða svona í morgun þegar var tilkynnt 2,5% hækkun stýrivaxta. Það var vonbrigði í karphúsinu þar sem að sátu fulltrúar frá samtökum atvinnulífsins, Starfsgreinasambandinu, Landssambandi Verslunarmanna og VFR og meðal annars Ragnar Þór Ingólfsson. Hvað er þetta mikið mál? Er þetta mál sem að bara raskar öllum viðráðunum eða er þetta svona var verið að bíða eftir eitthvað svona skilaboð frá Seðlabankanum sem að myndi svona opna fyrir möguleika að þetta var að ná einhverju eða menn að lesa í þetta og þetta svona, tilfinningaleg vonbrigði eða er 0,25% hækkun stýrivaxta bara í sjálfum sér alvarlegt áfall? Ég held að sé kannski sittlítið að hverju. Ég held að vonbrigðin eru kannski fyrst og fremst þau að þau eru mörguleiti hugmyndafræðileg vegna þess að það skiptir okkur gríðarlega miklu máli fyrir okkar fólk að ná niður vaxtastigi og sjálfsögðu verðbólgunum líka. Því hefur verið haldið að okkur í tiltölulega langan tíma að launafólk og almenningur í landinu þurfu að bera á herðum sér stöðuleika og temja sér hófsemi til þess að hægt sé að ná hér niður verðbólgu og allt og háum vöxtum. Og auðvitað hefur maður fundist þessi hljómur svona mjög innantómur en við höfum þó alltaf einhvern veginn lagt okkur fram við að reyna að finna leiðir til þess að koma saman kjarasamningum eins og lífskjarasamningurinn var á sínum tíma að hann var hugsaður sem einhvers konar stöðuleika framlag. Við gáum eftir launakröfur í þessu samningi til þess að fá styttri vinnuviku, til þess að fá lækkun vaxta. Þó að hafi ekki verið lofað að vextirnir myndu lækka, þá var svona gengið út frá því. Var því lofað kannski? Já, samningurinn á sínum tíma var borin undir Seðlabankann. Það nefnilega gleymist kannski svolítið í umræðinu og það var hluti af þessum samningi sem við gerðum laut að því að hér færu vextir niður ákveðið mikið eða tæp 2%. Að öðrum kosti hefðu heimild þess að segja honum upp. Þetta var svona kallað skúfusamkomulag á svona þessum samningsmáli sem að þá er þetta bara eitthvað til hliðar en er ekki kannski opinberlega í kjarasamningnum en við höfðum heimild til þess að segja upp samningum ef að vextir myndi ekki lækka. Forsendur samningsins séu brostnar ef að vextirnir lækki ekki, þá var þetta bara að segja honum upp og byrja på nýtt. Akkurat. Og hver var Seðlabankastjóri þá? Það var Ásgeir komin eða ekki? Jú, en sem sagt var ekki Már? Ég maður ekki, það er alveg varkum. Þetta rennur allt saman stundum hjá manni en allavega að við töldum mesta ávinning fyrir okkar fólk að ná niður vaxtastigi, komast í hagkvæmari lán og svipu lánakjör eins og gengur að gerast á Norðurlöndunum og það var okkar markmið og samhliða því átti að þrengja til dæmis að verðtryggðu lánunum sem eru víðast hvar í siðmöntuðu löndum ólögmætt til neytenda en það algjör glæpa lán og það vita flestir sem hafa tekið verðtryggð lán hvernig þau eru og hvernig þau þróast og það var hluti af samkomulaginu við stjórnvöld og það er farið í breytingar á þessu og það er þrengt mjög að tilvist verðtryggðra lána og eftir Ásgeir kemur þessi Seðlabankastjóri þá er farið í mjög skarpar vaxtalækkanir og samhliða því vildum við klára mál eins og taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni og sömuleiðis líka klára það að þrengja að verðtryggðu lánunum vegna þess að leið og við erum komin á þann stað að fólk hefur efni á að taka óverðtryggð lán og borga af þeim að þá verður að þrengja hinum valkostunum. Sérstaklega vegna þess að ef þú ert ennþá með þennan valkost inni 40 ára verðtryggð jafngreiðslulán þá getur hver sem keypt sér íbúð eða skuldbundið sér skilur. Það er ekki gott. Það er bæði gott og slæmt en það sem gerist er að vextir lækka alveg gríðarlega mikið og það verður
rauninni engin breyting á móti til dæmis á nýjum lánum. Fólk átt að geta sko endurfjármagn og lækka greiðslubyrði en samhliða þessu hefði þurft að fara í að stytta lánstíma húsnæðislána og þrengja að verðtryggðu lánunum sérstaklega. En samhliða þessu út af því að þarna kemur náttúrulega stór kaupendahópurinn og húsnæðismarkað verður svona hálfgert áhlaup út af rosalega mikilli lækkun og skarpri lækkun vaxta og samhliða því að þá ríkur húsnæðisverð upp úr öllu valdi og flestir vita hvernig það síðan endaði og hefur endað að hér hefur verðbólga verið í hæstu hæðum vegna þess að húsnæðisliðurinn inn í vísitölunni. Ef við myndum nota samræmda vísitölu eins og Evrópulöndin nota, þá verðbólga hér í dag 6,4% en ekki 9,4%. Og þetta í rauninni bara risastór risastór sko, hagstjórnarmistök Seðlabankans sem að Seðlabankin hefur neitað að gangast við og viðurkenna en blasa alveg við. Sem hækkun húsnæðisverðs á tímum lágra vaxta. Já, það voru engar... Þið báðum lága vexti. Já, lágu vextir að óbreyttu leiða til hækkunarverðs. En til að samhliða því að það voru við með inn í okkar kröfu og inn í okkar samkomulagi við stjórnvöld að koma inn með mótvægisaðgerðir. Og mótvægisaðgerðina voru að þrengja að ódýrasta lánakostinum sem voru verðtryggðu lánin og það var mótvægisaðgerð gagnvart því að og hefði hjálpað til við að minnka áhlaupið á húsnæðismarkað og síðan var það líka sem við höfum barist fyrir árum saman að fara í stórkostlega eða stórfellda uppbyggingu á húsnæðismarkaði og það var líka og hefur verið ein af okkar stærstu kröfum núna síðustu ár að fara í alvöru uppbyggingu til þess að auka fyrst og fremst framboð á húsnæði, hagkvæmu húsnæði. Það hefði líka verið mótvægisaðgerð. Ekkert að þessu var gert. Seðlabankinn og stjórnvöld réðu þarna algjörlega för og bera algjörlega og ein ábyrgð á því hvernig fór á húsnæðismarkaði eina ferðina. Og það var ekki vegna þess að þau voru ekki vöru við því að við vildum ekki fara í eitthvað svona mótvægi, heldur bera þau ábyrgð á svo hafa ekki viljað gangast við því. Það sem við höfum síðan setið uppi með núna inn í kjarasamningunni náttúrulega bara gríðarlega hátt vaxtastig og það sem erfitt í þessu núna og hefur verið að við náum ekkert utanum stöðu fólks sem að til dæmis með óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum og fór ekki í vaxtafrystingu. Þar hefur greiðslubyrði hækkað miklu meira heldur við höfum í rauninni 10.000, jafnvel 100.000 pluss. 100.000 pluss. Við erum með dæmi bara, við erum með greiðsluseðla frá fólki þar sem að greiðslubyrði hækkað 120.000. Og þess að standa undir 120.000 króna aukinni greiðslubyrði bara á þessum eina lið að þá þurfum við að senda við 200.000 skall í launahækkun. Þetta ekki vinnandi verk. Seðlabankinn svaraði þessu með því að gera úttekt á hópnum sem eru með breytilega vexti og komst til að þeirri niðurstöðu að það væri ekki alveg svona slæmt. Hópurinn væri minni, að meðaltali hefði þetta bara hækkað 16 skall á mánuði. Þetta náttúrulega svo mikil fyrra Pípið á þetta. Þetta nú bara eins og hverjunu vitleysa sem hefur komið frá Seðlabankanum. Þetta eins og að segja skilir og fullir það að hér hafi leiguverð lækkað. Að það þetta að rekja þetta bara með mjög einföldum staðreyndum og tölum. Allir sem eru á leigumarkaði vita það að leiguverð hefur ekki lækkað. Það allir leigusamningar vísitölutryggðir og leiga hefur ekki lækkað. Hins vegar hefur mæld leiga út frá þinglýstum leigusamningum, hún hefur lækkað og það fyrst og fremst vegna þess til dæmis að félagið eins og Bjarg sem ég nú hluti af og verkalýðshreyfingin við lækkuðum leigu umtalsvert 20% og meira út af því að við fengum hagkvæmari fjármögnun á okkar lánasafn, þessi langtíma fjármögnun á þær íbúð sem við vorum með, mun hagkvæmari fjármögnun heldur við reiknuðum með þegar leigan var reiknuð upp af við. Þetta hefur mjög mikil áhrif á þessar mælingar. Líka það að þeir sem eru með hærri tekjur og eru að leigja dýrar íbúðurnar, að þeir hafa ekki fjárhagslegan hag af því að þinglýsa samningunum. En það fyrst og fremst þeir sem hafa möguleika að fá húsnæðisbætur sem hafa hag af því, leigjanda megin og hinum megin hefur engin hag af því að þinglýsa. Þannig það má ætla
því sem að tími líður og tekjutengingarnar í húsnæðisbótunum hafa meiri áhrif að það drægi úr þinglýsingu dýraregna. Já, og svo þetta bara það fái samningar að það engin leið að taka einhverja vitræna afstöðu til þess að lesa það út úr svona litlu mengi. Sérstaklega þegar að ég veit að við í Bjargi, við erum með 700 íbúðir, hafði þó þessi áhrif á. En varðandi daginn í dag, já. Þegar að 2,5% koma, því að þú fórst svolítið að lýsa erfiðleikunum með því að ná saman samningum í kjölfar lífskjarasamningana, þar sem enn eru óefnd alls konar loforð, þróun á húsnæðismarkaði fór á slæman veg og það er erfitt að ná saman samningum, af því að staða fólks er ólík. En ef við bara tökum þessi skilaboðin sem koma frá Seðlabankanum, hvernig túlkið þið þetta? Það sem við túlkum í þessu er ekki endilega kannski hversu mikil hækkunum var eða hversu lítunum var. Heldur bara raunni að þarna kemur hækkun og við erum í miðjum kjarasamningaviðræðum. Við sýndum ábyrgð og stöðuleika þegar við gerum síðasta samning og erum að vinna eftir ákveðinu hugmyndafræði sem að ég ætla svo sem ekki að fara kannski nánar út í þessum þætti. En þetta er rauninni bara það sem Seðlabankinn rauninni gerir í dag, hann ýtir þessari hugmyndafræði út af borðinu að hér sé hægt að vinna að einhverjum markmiðum með lægri verðbólgu eða lægri vöxtum með einhverju svona breiðri skírskotun í samstarf stjórnvalda, verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda og Seðlabanka og telur sig ekki vera hluta af þessu einhverju samkomulag geti aldrei verið hluti af einhverju sem að verkalýðshreyfingin aðalega vinnumarkaðis er að semjum þrátt fyrir til dæmis að hafa lýst yfir í síðustu hækkun að nú var hann að kasta boltanum yfir til aðalega vinnumarkaðins og svo segir hann núna að hann hafi ekkert með vinnumarkaðin að gera, hann sé fyrst og fremst að hugsa eitthvað annað. Síðan heyrum við gaukað á hliðalínunni eins og til dæmis í síðustu stýrivaxta hækkunum þegar bæði Gylfi Zoëga hafa sagt og hann Þórarinn hafa talað það, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, að hér geti stýrivextir ekki verið neikvæðir og þetta hafa þeir bara sagt opinberlega og Ásgeir kemur nú sjálfur úr fjármálakerfinu og átti nú ógleymanlega aðkoma að því í aðdraganda bankahraunsins og ef maður horfir bara á samhengi hlutana, ef maður horfir á það sem er að gerast út í heimi, ég benti til dæmis á það í dag að verðbólga í Þýskalandi er 11,6%, ef við notum samræmda vísitölu sem er notuð yfir verðbólgumælingar í Evrópu og þar eru stýrivextir 1,5 til 2%. 11,6% verðbólga, stýrivextir 1,5 til 2% og ég nota töluna 2%, ég nota hærra gildið. Hér er verðbólga með við samræmdu vísitöluna 6,4%. Hún er verðbólga hér mælist hvað lægst bara í Evrópu. Hún er bara lægri í Sviss. Hún er bara lægri í Sviss og hér eru stýrivextir komin núna upp í 6%. Ef að þetta myndi gerast í löndunum sem við berum okkur gjarna saman við, sem ég segi Danmörk eða Svíþjóð eða Þýskaland ef þetta myndi gerast einhvers staðar annars staðar í siðmynduðu ríki að þá væru bara mótmæli fólk myndi ekki taka þessu þegjandi og hljóðalaust við erum bara einhvern veginn orðin svo samdofa spillingunni og þessari grímulausa degri við fjármálakerfið og valdaöflun í okkar samfélagi að við tökum þessu bara og það er eiginlega bara svo sorglegt að ég held að hér þurfi bara að stíga niður fæti og fast niður vegna þess að við eigum ekki að láta bjóða okkur þetta vegna þess að af hverju er þetta svona annar staðar af hverju stýrivextir ekki í Þýskalandi 8%. Það er vegna þess að það er hætta á að hærri vextir í Þýskalandi keyri hagkerfið niður í kreppu. Nákvæmlega. En það er ekki hér, vegna þess að hér er þensla. Já, Svo nú er ég bara enduróma það sem að Gylfi Zoëga og fleiri sér. Já, þetta er ástæðan og þú veist, og hér er til dæmis talað það að hér þurfi
stýrivextir að vera svona háir til þess að ná niður verðbólgu. En af hverju er verðbólgan? Af hverju er verðbólga í Þýskalandi? Og það sem að haldið er fram, til dæmis þar, Lagarde, seðlabankastjóri Evrópu og fleiri hafa talað það að mikil keyrsla á stýrivöxtum upp á við mun ekki hafa áhrif á orkuskortinn, mun ekki hafa áhrif á stríðsátökin í Úkraínu, mun ekki auka kornútflutning þaðan eða lækka... Að býða þetta verðbólgu skot af okkur og við höfum ekki tæki til þess að verða því. Hér á Íslandi, en þá erum við með innflutta verðbólgu, það eru sammála því að stýrivextir seðlabankans hemja hann ekki, verðhækkanir erlendis frá sem eru flutta til landsins. Akkurat. Við erum með húsnæðismarkaðinn sem að Ásgeir talar eins og hann sé að reyna að kæla húsnæðismarkaðinn. Já, hann er búin að frysta húsnæðismarkaðinn en það sem hann er að reyna að segja að þessi aðferðafræði sé að leysa vandann sem er að auka framboð á húsnæði sem hann er ekki að gera auðvitað vegna þess að hann getur ekki, hann vinnur ekki við það. Þú getur ekki auki framboð á húsnæði með að hækka stýrivexti. Þú getur ekki lækka heimsmarkaðsverð á olíu eða hrávöru með því að hækka stýrivexti á Íslandi. Þú getur ekki leyst þennan vanda. Það er jú einhver Svo er það þriðji sem er svona innlend verðbólga út af það er, hagkerfið er að fara í gang og það er, maður getur með þess að séð merki launaskrið og fleira, það er alveg enga neysla og hún er töluverð og ég veit ekki til þess að fólk sé að hvað ég segja það getur vel verið að fólk sé að fara meira til Tenerife en ég held að þetta sé ekki stóru tölurnar. Það sé Ásgeir. Við vitum það að lífeyrissjóðirnir hafa verið að fara eitthvað út með Og Íslendingar ferðast mikið, það kom fram í október. Íslendingar hafa aldrei farið meira til útlanda eftir október. En hann kemur líka inn á það að hér hafi safnast upp sparnaður í COVID-inu. Við vitum það líka að ríkisstjórnin hún opnaði fyrir úttekt á séreignarsparnaði. Þar hafa farið tugir milljarða út sem eru náttúrulega bara að fara í neyslu eða framkvæmdir heima fyrir eða eitthvað slíkt. Eða guð má vita hvað, ég meina fólk bara tekur út séreignarsparnað. Það er opnað fyrir þetta. Stjórnvöld og Seðlabankinn hafa einhvern veginn blessaðurunni allt það sem að hefur unnið á móti þessum markmiðum að halda hér verðbólgu niður og stöðugleika. Að ætla síðan vinnandi fólki. Þetta er okkar eina leið til þess að taka okkar kostnaðarhækkun og setja út í okkar verðlag sem eru launin. Og kostnaðarhækkanir eru fasteignagjöldin, leigan eða afborganir á láninu, verðlagshækkanir og allt þetta. Og það er predikað yfir okkur að við þurfum að halda hér einhverju stöðuleika. Það er allir að hækka, það eru sveitarfélögin að hækka alla sína gjaldskráð? Það er allir að hækka. Við sjáum efstalega samfélagsins, hvort sem þessi forstjórar, ráðamenn þjóðarinnar, sveitarstjórar, þeir eru núna að fá, eru sérst á launum sem eru bundin vísitölu. Það þýðir það að sveitarstjórar víðsvegar á landið er að fá líklegast núna á einu ári meiri hækkun heldur en Eflinga til dæmis með sinni kröfugerð fyrir 3 ár. Hugsaðu þér hvað þetta er bilað. En ef við tökum, við höfum verið að ræða þetta, en ef við tökum bara stöðuna. Það er það því þú nefndir Seðlabankana, þú talar illum Seðlabankana. Talar þetta sé ekki Seðlabanki Íslands, þetta sé svona Seðlabanki fjármagnsins. Já. Er það þannig? Það blasir við. Auðvitað blasir það við. Ég meina, hver er staðan? Ef við tökum bara síðustu 2 ár, fyrstu 9 mánuðina í fyrra, 2021, þá voru hreinar vaxtatekjur bankana rétt tæpir 72 milljarðar. 72 milljarðar. Hagnaður bankana í fyrra voru 82 milljarðar. 82 milljarðar. Ef við setjum þetta í samhengi þá verður að tala um að auka hér barnabætur 5 milljarða. Þetta eru svo svakalega tölur. Þetta er bara... Þetta er eitt Landspítali. Landspítali, já. Sem er orðið mæleining á stórum uppæðum. Eitt Landspítali. En það, vaxtatekjur bankana voru hreinar 72 milljarðar í fyrra. Fyrstu 9 mánuði ársins 22 eru hreinar vaxtatekjur bankana komnar í 90 milljarða, réttur umlega. Það er aukist 18 milljarða, 18.000 milljónir hafa vaxtatekjur bankana aukist á milli ára. Og það stefnir í að þessi... Þetta fyrir að nálgast 3% af landsframleiðslu sem endar sem hagnaður bankana. Já, og fyrir stýrivaxtahækkuna þá
reikna bankandi með því að hreinar vaxtatekjur mun aukast 24 milljarða á þessu ári frá því fyrra. Atvinnulífið hagnaðist árið 2011 tæplega 480 milljarða á síðasta ári og það hefur aldrei í sögunni gengið svona vel. Það er að segja, þá tala ég það að afkoma lítilla og meðalstóra fyrirtækja hefur sjaldan verið betri. Það bati allstaðar, gjaldþrot hafa aldrei verið færri. Útflutningsgreinarnar, eins og þær eru, sjávarútvörun, gósetíð, álverið, gósetíð, bara aldrei sérstað annað eins. Aldrei fleiri ferðamenn. Ferðaþjónustan er á betri stað heldur en met árið 2018. Í fjölda allavega. Í fjölda, hvort sem þessi fjöldi gistinátta. Við sjáum líka mikinn afkomubata. Við erum búin að greina þetta. Hagdeild Vaffer keypti gögn yfir 13.900 fyrirtæki frá Creditinfo, þar sem við vorum að bera saman afkomu fyrirtækja, afkomu batafyrirtækja í öllum stærðum og öllum atvinnugreinum. Allstaðar í öllum atvinnugreinum, öllum stærðum fyrirtækja erum við að sjá afkomu bata sem á sig vart fordæmi. Við hefum verið að greina stöðuna núna 2022 og miðað við ársluta uppgjörinn, eins og til dæmis hjá Högum og fleiri fyrirtækjum, að þá lítur þetta betur út heldur en 2021. Þannig að það lítur út fyrir árið 2022 verði ennþá betri heldur en árið 2021 og þá spyrir maður sig. Og náttúrulega afkoma fjármálakerfisins eða bankana er náttúrulega bara ævintýraleg. Hún er ævintýraleg. Hér var lækkaður bankaskattur, við getum talað það, sem átt að skila okkur í lægri vaxtamun og lægri gjöldum. En hvað hefur gerst? Það skilaði meiri arði til eigandara. Hvað hefur gerst? Gjaldtaka bankana gagnvart neytendum hefur stóraukist, vaxtamunur hefur aukist stórkostlega og er komin í eitthvað 3%. Við vorum að bera þetta saman við banka erlendis, þar sem að vaxtamunur er svona í kringum 1%. Í þessum svona stærri braskbönkum, ef við getum kallað það svo, ef við viljum bera okkur saman við þessa stóru viðskiptabanka, að þá kannski vaxtamunurinn kannski 1,5% geti fundið einhver dæmi meiri vaxtamun, en hérna er hann komin í 3%. Græðgin hérna er svo yfirgengileg og það sérst svo svart og hvítu hverjir hafa verið að taka þátt í að halda hér stöðuleika og halda hér niður í verðlagi og eitthvað svoleiðis og taka þátt í að mæta þessu þrengingu sem að samfélagið er fyrir og fólki í landinu. Ekkert af þessu fólki sem að er að predika stöðuleika yfir okkur og að við berum hér stöðuleika okkar herðum og þurfum að sýna hófsemi í nafni þessa að hér þurfum að halda niður verðbólgu, vöxtum og einhverju slíku. Ekkert að þessum öflum í okkar samfélagið hópum, hvað sem þessu stjórnmálamenn eða sveitarstjórnarfólk eða fyrirtækin, útflutningsgreinarnar, seðlabankin, fjármálakerfið, við erum með alla hnífana í bakinu, hvern einn og einasta. Og þetta er það sem við erum að eiga við. Við gerðum núna allu að því, og það kannski kemur svolítið að svarinu við spurningunni, að við settumst niður og við teiknuðum upp nokkra svona sviðsmyndir og aðferðafræði, hvernig getum við, vegna þess að við erum bara í svo hrikalegri stöðu gagnvart fólkin okkar, að hvernig getum við komið því við að hér verði sett leigubremsa eða einhvers konar þak á hækkun á húsaleigunni, hvernig getum við fengið lífeyrissjóðuna inn í fjárfestingar til þess að fara að stórauka hér frambóða húsnæði, hvernig getum við náð vöxtunum niður þó að við getum ekki treyst einu einasta orði sem að hvorki seðlabankastjóri eða stjórnvöld segja eða lofa eða segjast ætla að gera. Hvernig getum við gert þetta og hvernig getum við gert hitt? Og þó svo þú sért með allan hnífan í bakinu, þá verður eitthvað megin. Þú kemst ekki tjá því að setjast við borðið og reyna þitt besta að semja við fólk eða ætlast til að fólki að eitthvað gerist að því að það verða að krefja því að ef þú gerir þetta, þá gerum við þetta. Vitandi innst inni að það er ekki orðamarkaður sem þetta fólk segir. Og fá síðan þessa hækkun í morgun, hún eiginlega... Er yfirlýsingur og Seðlabankur að hann vil ekki taka þátt í þessari vegferð sem að þið voru að leggja til? Já, bara, það gaf okkur bara
putan og hann sýndi og eðlileg viðbrögð ykkur væri þá bara að slíta viðræðum og fara að undirbúa verkfall eða aðgerðir. Já, það í sjálfu sér hvaða verkfæri höfum við? Við höfum náttúrulega enga tryggingu fyrir því að fyrirtækin sýna einhverja sérstaka hófsemi. Hér hefur verið mikil verðbólga. Húsnæðismarkaðurinn eins og hann Þetta allt mannanna verk. Það búið að liggja fyrir árum saman að það sé húsnæðiskreppa yfirvofandi. Og hún búin að vera yfir okkur í mörg ár og við höfum margótt talað þetta. Það einhver sem græðir á þessu. Fyrirtækin hafa stórgrætt á þessu ástandi. Það þýðir ekkert að vísa í stríðsástand í Evrópu eða heimsfaraldur eða eitthvað slíkt. Ferðaþjónustan hún náttúrulega bara lokaðist af. En ríkið var með aðgerðapakka eftir aðgerðapakka dældi 100 milljörðum inn í atvinnulífið og inn í ferðaþjónustan með alls konar aðgerðapökkum. Fólki fekkir hún ekki neitt. Það bara lítið sem ekki neitt. Það var nánast ekkert gert fyrir fólki. Við kölluðum eftir aðgerðum en síðan þegar við stöndum uppi með reikningin, við skattgreiðendur, fólkið í landinu, með ofurhagnað og í sjálfu sér góðæri sem á sig vart fordæmi í atvinnulífinu, hvar sem að dreipið niður bara, það drýpur smjör að hverju strái, að engar aðgerðir hér, þú nefndir hérna orkukreppuna í Evrópu, þar eru stjórnvöldum ýmsar aðgerðir til að mæta henni, hér eru engar aðgerðir til að mæta húsnæðiskreppuna og engar aðgerðir til að mæta áhrifum verðbólgunar, öryrkjar og eftirlauna fólk fekk 3% í sumar í 9,6% verðbólgu sem að hefðu hvort eða fengið en sko þetta eru hvalreka skattar sem verða að setja úti og í Danmörku verða að setja hámarka á hækkun húsaleigu það var nýbúið að samþykkja það og svo framvegis það var rétt að setja hvalreka skatt til dæmis á álverin sem eru raunverulega að fá inn aukna tekjur út af orkukreppinu erlendis vegna þess að orkan hjá þeim hlutfallslega lægri heldur en orkan sem álverunum sem þau eru að keppa við. Þannig að þeir eru að taka inn hækkun á álverið sem var út af orkukreppu erlendis. Þetta staða sem við stöndum fram. Það er að skilja stöðuna áður að fara í þessar viðræður. Þið eru að reyna að hækka laun en samt ekki svo mikið að það leiði til vaxtahækkana eða eitthvað slíkt. Þeir eru að reyna að vera innan einhverja marka. Það er kannski til þess að mæta henni almennu verðbólgu sem er. Síðan eru þau með svona hérna sérstöku stöðu húsnæðismarkaði sem að bitnar mest á þeim sem eru með óverðtryggð lán og breytilega vexti sem að þeirra áfall eru kannski miklu starra af þeim sökum heldur en út af verðbólgunni. Þannig að þeir eru að reyna að ná saman einhverjum samningum þar sem að þarf ekki að fara með launahækkunina til þess að bæta þeim kaupmáttarskerðinguna sem er með óverðtryggða lánið eins og þú nefndir, þyrfti kannski 200.000 króna launahækkun og líklega eru ekki að gera kröfu 200.000 króna launahækkun strax á alla línuna. Þannig að þeir eru að reyna að raða saman einhverju sem að gæti verið, ég veit að þú mútti kannski ekki kalla það hófstiltar launahækkanir, en eitthvað í þá veruna, en með einhverjum aðgerðum til þess að það sé réttlætanlegt. Við erum að reyna að gera samning sem að, það eru tvær leiðir í þessu, að annarkvort að hækka laun til að mæta auknum kostnaði við að lifa. Það er að fara bara þá leið og það er líka hægt að fara aðra leið. Það voru bara Ásgeir Jónsson að eiga við verðbólguna hérna heima í sér. Og það er hægt að fara aðra leið líka sem er að reyna að ná niður kostnaði við að lifa. Og ef við náum að lækka kostnaði við að lifa 30.000, það jafngildir 50.000 króna launahækkun. Og þú veist, þetta er bara einfalt reiknistæmi. Við erum að reyna að fara eða búa til einhverja blandaða leið launahækkana með einhverjum róttækum alvöru aðgerðum til þess að ná niður kostnaði við að lifa. Ragnar, öðrum megin er það semja við stjórnvöld sem að þú lýstir höfðu svikið eiginlega allt sem að þau lofuðu varandi húsnæðismarkaðinn og það reyna að semja við þau, þannig að þau verða að koma á borðinu og gera eitthvað og þau eru líklega ekki að gera það. Hins vegar ertu með Seðlabankann sem að þyrfti að lækka vexti og hann lýsir því yfir í morgun að hann ætli ekki að gera það en það er bara að hækka vexti. Þannig að þið eru bara einu við borðið. Já, og það er það sem er rauninni er svona kannski svolítið niðurlagið í þessu öllu saman að við erum með Seðlabanka eða Seðlabankastjóra sem að talar í hringi í
eina stundina talar það að hann sé að kasta einhverjum boltum og ef einhver grípur boltana þá, já, þá Svo kemur hann og tekur boltan. Já, bara tekur hann boltana, þið hafa ekkert málið að segja. Sko, Seðlabankastjóri talar bara hringi og hann búin að eyðileggja bæði sinn trúveruleika ef hann var þá nokkuð fyrir og bara raunir trúveruleika Seðlabankans yfir höfuð. Þannig að hann ekkert inn í myndinni hjá okkur lengur. Sömuleiðis gagnvart stjórnvöldum að við erum ekki að fara í einhverja pakka með endurinn í loforð frá stjórnvöldum. Hins vegar, eins og ég sagði, þannig að þá bara eitt samningsaðil eftir sem eru samtök atvinnulífs og við erum bara nauðbeygð í að fara í rauninni þá leið sem okkur hugnast ekkert endilega best að það er að sækja rauninni allar kostnaðar aukan bara á atvinnulífið. Við hefðum vilja að fá aðgerðir til þess að lækka húsnæðiskostnað, til þess að gera annað. Það bara, stjórnvöldum ekki treystandi, Seðlabankanum ekki og það setur... Þannig þeir að fara að slíta viðræðum, segja þessi árangurslausa viðræður? Þetta setur okkur í mjög þrönga stöðu, en hins vegar bara þannig að það sé sagt að við vorum með ákveðna hugmyndir til þess að geta fengið fleira að borðinu, vera með þríhliða samtal við bæði stjórnvöld og mögulega Seðlabankan sem að við vorum með svona ákveðna hugmyndir hvernig það hægt vera að treysti ekki á einhver loforð heldur útbúa samningi þannig að það hefði einhverjar afleiðingar ef að stjórnvöld stæði ekki við sitt, að það hefði raunverulega afleiðingar ef eitt gerist ekki þá gerist annað og svo framvegis. Það var þetta sem við vorum að ræða, en nú bara staðan þannig að allt það sem við vorum að reyna að teikna upp ekki lengur möguleiki og ef að þetta litla traust sem að þetta pínulitla traust sem maður taldi og þessi pínulitla von sem maður taldi að vera til staðar að hægt vera að ná einhverju svona víðtæku samkomulagi að bæta hér lífskjör á breiðum grunni rauninni bara farið og nú bara hefst rauninni allt annar fasi inn í kjaraviðræðunum og við erum búin að funda í samninganefnd VFR, gerum það núna seinni partinn og ég veit að samninganefnd Líf að funda og það allir að funda, við erum að fara bara yfir stöðuna og við erum að reyna að taka rauninni bara saman til dæmis núna hversu mikið þurfum við að bæta ofan okkar kröfugerð til þess að kröfugerðin bara ein og sér og eins slík með öllum þeim fyrirvörum sem þar eru nær að dekka þann kostnaður auka sem fólki verið fyrir, bæði í formi hækkun verðlags, húsnæðiskostnaðar og hækkun annarra gjalda sem frá hinu opinbera. Og hlutdeild bara í auknum framleiðni aukningu og öðru líku. Og náttúrulega hlutdeild í þessum ofurhagnaði sem hefur orðið. Við skulum tökum bara lett dæmi. Ég meina launavelta á Íslandi kringum 1200 milljarðar og samanlagður hagnaður á síðasta ári var tæpir 480 milljarðar. Þessi talar eitthvað öllítið á reiki. En þetta ansi hátt hlutfall af bara heildarkostnaði fyrirtækja. Og ef þú hækkar launakostnaðum 10%, það eru 120 milljarðar. Hvað það sem hlutfall af hagnaði síðasta árs? Það ekki hátt hlutfall. Það ekki mikið að biðja. En ef við setjum tölunar í það samhengi. Þannig að við munum að sjálfsögðu núna fara rauninni bara með allan þennan uppreiknaða kostnað inn í okkar kröfur og við munum síðan fara rauninni bara í okkar bakland og tala meira við fólkið okkar og fara rauninni að kynna rauninni stöðu fyrirtækjana, hvernig bankakerfið hefur hagað sér og hvernig arðsemiskrafan hefur aukist þar og hagnaðurinn hvernig hann skiptist á milli fyrirtækja og hvað mikið rauninni fyrirtækin hafa og við getum greint þetta niður á fyrirtæki. Við vitum það ef arðsemiskrafan í húsasmiðinu til dæmis verður svo sama árið 2022 og 2021 eins og var 2020 þá gætu húsmenn hækka launin 15%. Við erum búin að greina þetta niður fyrirtæki og hvert einasta fyrirtæki sem annarkvæmt launagreiðendur í okkar stéttarfélagi eða eru bara með stærri fyrirtækjum á Íslandi. Við getum reiknað þetta bara út bara hvers fyrirtækis og þetta eru tölur sem eru ansi háar og kemur kannski fólki svolítið óvart en þegar fólk sér þessar greiningar hjá okkur að þá held ég að við verðum fljóta að breyta þessari möntru sem búið að eitra út í samfélaginu að hér gangi eitthvað svo illa
hér sé svo mikil óvissa, hér þarf að keyra upp vexti frekar og hér sé lítið svigrum og allir þessi söngur. Passa stöðuleikan, já, þú veist, allar þessar möndrur að það bara búið að vera byllandi góðari og það hafa allir grætt á þessari stöðu sem hefur verið hérna á Íslandi bara í gegnum heimsfaraldurinn og núna bara síðast ár og þetta ár bara með án fordæma. Það hafa allir grætt nema fólkið í landinu og við munum bara gera okkar besta í að standa í lappirnar og það sem skiptir mestu máli að upplýsa fólkið okkar hver staðan og hver planið og nú erum við bara að fara aftur á teikniborðinu og það eru kaflaskil í kjaraviðræðunum. Að sjálfsögðu. Það ekkert annað hægt. Það bara í Seðlabankinn langlundageð okkar held í gagnvart Seðlabankanum og stjórnvöldum hefur verið óhemju mikið og ég held að fólk vera að gera sig grein fyrir því að þetta ekkert óábyrgt tal og þú veist og eitthvað þras í okkur. Við höfum sýnt ábyrgð, við höfum verið ótrúlega þolinmóð gagnvart þessari sjúklegu græðgi og sjálftöku í íslensku samfélagi og við þurfum bara að fara að koma þessu betur skilja til okkar fólks. Við höfum kannski ekki verið nóg dugleg við það en það bara okkar næstu skref og ég held að þegar fólk fer að skynja það þegar þessi risastóru hópu fólk sem með lánafrystingar núna, þetta eru 380 miljardar sem að losna núna eftir 12 og upp í 24 mánuði. Þetta svona cirka 12 mánaða tímabil sem við tókum saman. Það eru 380 miljardar lánastabbi sem að detta út úr frystingum. Þegar fólk áttar sig á því hvað að fara að gerast á þeim tímapunkti þegar að lánið fer að breytast úr 120 eða 150 í 250 eða 270 þegar að fer að bætast sko 100-150 skall við sömu árið og úr eftir hrun. Já, að þá held ég að fólk fari svona átta sig á því hvað við erum að tala hverjir eru raunverulega að vinna gegn hagsmunum almennings í landinu og hverjir ekki. Ragnar, takk fyrir að koma hérna og lýsa stöðunni í kjaraviðræðunum sem alvarleg. Kaflaskil. Já. Við höldum áfram að fylgjast með þessu. Takk.